Komið sæl og velkomin í hlaðvarp Samorku lífæðar landsins. Ég heiti Katrín Helga og lögfræðingur hjá Samorku og hjá mér sitja í dag Hanna Björg, sviðsstjóri Raforkueftirlitsins og Ninna Ýr, lögfræðingur hjá Raforkueftirlitinu. Við ætlum að ræða í dag REMIT, eins og við köllum það. Það liggur fyrir frumvarp í þinginu sem kom fyrst fram í samráðsgátt fyrir rúmu ári síðan svo kallaðar REMIT-reglur og við ætlum að fá hérna smá innsýn inn í það hjá sérfræðingum Raforkueftirlitsins hvað þetta og hvað þetta snýst. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Hanna, kannski beinu bara fyrstu spurningunum til þín. Hvað REMIT? Já, þeirra stórt spurt. REMIT reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins og ef við notum ensku skilgreininguna þá þetta reglugerð on Wholesale Energy Market Integrity og Transparency og þetta skammstafað REMIT. Reglugerðin hún að taka á atriðum sem varða heilleika og gegnsæi í viðskiptum á heildsölu orkumarkaði. Og þegar við erum að tala gegnsæi þá verið að leggja mikið upp úr því að tryggt sé að kveðið sé á upplýsingaskyldu markaðsaðila, þeirra sem taka þátt í viðskiptunum, bæði með reglubundinu upplýsingaskyldu og síðan atviksbundinu upplýsingaskyldu og þetta auðvitað upplýsingar sem að varðamarkaðinn geta verið til þess fallnar að hafa áhrif á verð og mikilvægt að séu opinberar til þess að tryggja jafna stöðu aðila sem taka þátt í viðskiptunum og þannig tryggjum við skilvirkni markaðarins og traust. Og þegar við tölum síðan heilleika þá erum við að tala reglur sem að kveða á hátterni, ákveðna háttsemi, til dæmis bann við markaðssvikum í viðskiptum á markaðnum og undir þessi markaðssvik þá falla innherjasvik, markaðsmisnotkun og ólögmæt miðlun innherja upplýsinga. Og REMIT tekur á þessum reglum og auðvitað bara bara mikilvægt að til staðar sér regluverk þar sem að allir sitji við sama borð og spili eftir sömu reglum til þess að traust sé til markaðarins. Ninna, þú skrifaðir mastersritgerðina þína REMIT. Já. Ekki? Kannski spyrði þá, þetta var einmitt svona fín inngangur hjá Hönnu það hvað í þessum reglum felst, en hvernig kemur þetta til? Af hverju fara menn að setja þessar reglur sem við þekkjum frá fjármálamarkaði markaðssvik og innherja upplýsingar viðskipti með rafmagn. Hver upprunið þessar reglna í Evrópu og akkur það komnar hingað? Já, þetta byrja kannski svolítið á því að viðskipti með raforkusölu samninga fyrir að eiga sér stað á viðskiptavettvöngum. Og þegar það gerist þá getur í raun og veru samningurinn skipt hendur oft áður en að afhendingu kemur. Og þetta felur í sér að það eru fleiri markaðsaðilar sem geta haft viðskipti með sama raforkusölusamningin og það hægt að hafa áhrif á verðmyndun raforkunnar þegar að kaup- og sölutilboð skarast. Það sem að gerist í Evrópu þannig kringum 2008 eitthvað svoleiðis það að eftirlitsaðilar fatta að það ekki regluverk sem að bannar í raun og veru háttsemi á hrávörumörkuðum eða stundamörkuðum sem að jafnvel geta haft verðmyndandi áhrif á afleiðumörkum. Og á þessum tíma gildi tilskipun í Evrópu markaðssvik á fjármálamörkuðum sem að tók ekki alveg yfir háttsemi til að mynda afleiður eða slíkt
sem grundvallast á verðþróun hrávöru og raforka hrávara, alveg eins og olía og jarðgas, en töluvert ólík annarri hrávöru. Og það svona kannski leiðandi þráðurinn í því af hverju remit verði til. Raforka þarf að vera afhent í ákveðnu raforkukerfi sem að raforkueftirlit hefur eftirlit með og raforka þarf að vera notuð og framleidd á sama tíma. Það er ekki hægt að geyma hana og já, þannig að og hún þarf að eiga sér, viðskiptin þurfa að eiga sér stað fram í tíman. Það sem að gerist í Evrópu það að framkvæmdastjórnin skipar þarna nefnd evrópska verðbréfa eftirlitsaðila sem að núna ESMA og þáverandi hóp eftirlitsaðila með rafmagni og gasi sem að núna Acer og bað þá að koma með álit varðandi þessa stöðu og markaðsveiki viðskiptum. Og álit þeirra fól í sér að gildisvið þáverandi markaðstilskipunar ESB náði hvorki til stundasamningar né hrávöru afleiðina og það var bent á það að óheppilegt væri að útvíkka gildisviðið á þann veg að reglugerðin tæki einnig yfir háttsemi í viðskiptum með hrávöru afleiður og framvirka samninga sem gerðir upp efnislega og varða raforku. Og það sem að það sem eiginlega merkilegast við þessa vinnu, þannig kringu 2008, að óheppilegt þótti að útvíkka gildisvið á regluverki fjármálamarkaði til framvirka samninga efnislega afhendingu á raforku og jarðgasi. Þannig að önnur hrávara eins og olía á undir markaðsveikaregluverk á fjármálamarkaði á meðan raforka og jarðgas á undir remit. En verði þarna ákveðin skörun á tveimur gildisviðum regluverka. Og það akkúrat vegna þess að raforkan eðlis ólík öðrum hrávurum. Og það var bent á þetta í skýrslunni að sérfræði þekking eftirlitsaðila sem að sinna eftirliti með raforkumarkaði og fjármálamarkaði ólík. Það væri erfitt að gera sérfræðingum á fjármálamarkaði kleift að hafa eftirlit með raforkukerfinu. Og það eru ákveðnar upplýsingar eins og Hanna kom inn á sem að geta verið verðmyndandi, sem að varða raforkukerfið en geta verið verðmyndandi í viðskiptum. Og þar að leiðandi þarna svona ákveðið samband á milli Og framkvæmdastjórn ESB fór að þessum ráðleggingum og tók það ákvörðun að eins og ég segi að þrátt fyrir að framvirki samningar efnislega afhendingu hrávöru séu í eðli sínu hrávöru afleiða eins og hún skilgreinst sem fjármálagerningur. Það var það sérstaklega undanskilið. Og remit var síðan búin til og til þess að ég raun og veru taka við af þeim samningum og þannig að gildisvið reglugerðana látið skarast með þessum hætti og við komum að sinna það kannski síðar með hvað heilsulorku afurð en það er svona mikilvægast að skilja að aðilar sem eru á orkumarkaði eru alla jafna oft að stunda viðskipti á fjármálamarkaði á sama tíma. Eins og ég segi, samningar á orkumarkaði eiga sér stað fram í tíman og orkufyrirtæki sjá sér oft hag í að nota hrávöru afleiður sem eru gerðar upp fjárhagslega en grundvallast á verðþróun raforku til þess að áhættu stýra viðskiptunum á stundamarkaðinum eða hrávöru heilsulorkumarkaði. Og þegar aðilar eru þáttakendur á tveimur mörkuðum á sama tíma þá það náttúrulega hagur þeirra að regluverkin séu samrýmanleg þannig að þegar þeir eru að birta innherjaupplýsingar samkvæmt remit eru þeir í reynd að birta innherjaupplýsingar samkvæmt reglum á fjármálamarkaði á sama tíma. Og það kemur fram í fyrstu grein remit að regluverkið sett samhangandi við regluverk á fjármálamarkaði en með sérstakri aðlögun að heilsulorkumarkaði og þá verið að vísa í þetta. Og svo gott að nefna það líka að regluverkin hreyfa sig og þróast saman. Markaðsveikaregluverkið var uppfært 2014 og remit til samræmis við þá uppfærslu núna í fyrra. Og þá eru skilgreiningar og remit á hátterni eins og innherjaupplýsingum og markaðsmisnotkun uppfært til samræmis. Þannig að reglur á fjármálamarkaði eru einhverjar reglur sem við höfum haft í svolítinn tíma og í raun og veru hægt að hugsa út frá því að remit sé
nánast í að sama nema bara með aðlögun að heildsöluorkumarkaði. Kannski aðeins þá, sko, hvað kallar á það að þessar reglur þurfa að taka gildi hér? Er það því að núna erum við komin með virka viðskiptavettvanga og það verið að eiga viðskipti með heildsölu orkuafurðir þar? Ég það náttúrulega ljóst að mikla breytingar hafa átt sér stað hér á landi sko þegar kemur að sölu fyrirkomulega raforku á heildsölumarkaði og þá erum við að tala sko viðskipti þar sem höfð eru viðskipti í sko heildsölumagni og áður fyrr voru viðskiptin þannig að milli framleiðenda til dæmis og stórnotenda og voru gerðir langtíma samningar sem að samningar voru gerðir milli þessara aðila svo kölluð over the counter viðskipti eða OTC viðskipti annars vegar og síðan voru gerðir samningar milli eða viðskipti milli framleiðenda sölu fyrirtækja sem ekki til dæmis hafa eigin framleiðslu eða sölu fyrirtækja sem að vilja kaupa í meira magni og þá starfrækti Landsvirkjun, stærsti raforkuframleiðandi landsins í raun og veru eigin viðskipta vef og undir lok árs 2022 þá breyttist þetta fyrirkomulag og Landsvirkjun fór að nýta sér þjónustu til þess að koma svona á laggirnar kannski gegnsæjum viðskiptum og svo eru núna er staðan svo að búið að veita 2 leyfi og það var gert í desember 2023 ráðherra umhverfis orku og loftslagsmála gaf út 2 leyfi til fyrirtækja til þess að starfrækja raforku markaði eða viðskipta vettvang raforku og það bara eins og ég kom aðeins inn á núna áðan sko það bara gríðarlega mikilvægt að þegar við erum komið með svona vettvanga að reglugildi viðskiptin og upplýsingar sem að kunna vera þess eðlis að þeir hafi áhrif á verð séu opinberar til þess að allir standi jafnfætis í þeim viðskiptum sem þar eru við það. Þið komið auðvitað oft inn á orðið heildsölu orkuafurð og þú nefndir þannig að það eru auðvitað algjört lykil atriði í skilgreiningunni á því hvað remit snýst og til hvað viðskipta það nær. Hvað er heildsölu orkuafurð? Já, það stórt spurt. Sko, heildsölu orkuafurð og heildsölu orkumarkaður svolítið markar gildisvið á remit, sérst hvar reglunar gilda. Og eins og Hanna kom inn á þá með þessu breytta fyrirkomulagi þá í raun og veru orðið gagnsæið í hvernig verði myndast, hvernig kaup og sölu tilboð skarast og búa til markaðsverð og það er ákveðin háttsemi sem getur haft áhrif á þetta markaðsverð og heildsölu orkuafurð sem sagt eða heildsölu orkumarkaður hver sá markaður þar sem viðskiptur höfð með heildsölu orkuafurð þannig að skilgreiningin veltur á skilgreiningu á heildsölu orkuafurð svolítið skemmtilegt en heildsölu orkuafurð sko margþætt hugtak og nær yfir svolítið margar tegundir samninga og þetta fyrst og fremst samningar afhendingu á raforku og síðan sko afleiður sem að tengjast raforku sem framleidd eða haft viðskipti með eða afhent samningar sem varða flutning á raforku, geymslu á raforku og alveg eins afleiður sem varða flutning og geymslu og síðan sko samningar afhendingu og dreifingu á raforku til endanota sem ekki eru heildsölu orkuafurðir svona í reglugerðinni talað ákveðin þröskuld sem eru 600 gigawattstundir. En ég ætla kannski aðeins að fara ofan í þessa afleiðusamninga af því að ég var að tala hvernig 2 gildisvið skarast áðan.
afleiður sem að grundvallast á verðþróun raforku teljast á sama tíma vera fjármálagerningar og heilsulorku afurð sem þýðir það að viðskipti með slíka gerninga heyri bæði undir eftirlit á fjármálamarkaði og raforkumarkaði og undir einmitt og mar. Þannig að þetta þessi skörun sem að ég var að tala um áðan. En ef við skoðum aðeins samningu fyrir afhendingu og dreifingu og raforku til endanotanda sem eru 600 gigattstundir. Þetta eru stórnotendur, þarna erum við ekki kannski og við erum að tala náttúrulega REMIT í evrópsku samhengi, bara þannig að við tökum það fram að þetta skilgreiningin eins og stendur í REMIT, ekki búið að innleiða hana inn í íslensk lög, en þarna verið að vísa til stórnotenda í Evrópu sem að geta þá keypt raforku á heilsulorkumarkaði og bæði viðskiptavettvangum og utan viðskiptavettvanga og svo lengi sem að samningarnir eru varða afhendingu, flutninga, dreifingu raforku þá teljast þeir heilsulorku afurð. Ein af lykilstoðunum í REMIT og það sem að markaðsaðilar auðvitað eru kannski svolítið að horfa á upplýsingaskyldan. Eins og þegar nefnda þá snýst þetta allt saman að aðilar hafi sömu upplýsingar þegar þeir eru að eiga viðskipti. Og þú nefndir það einmitt í inganginuðinum þetta snýst bæði atviksbundnar upplýsingar sem þá innherja upplýsingar í einhvern skilningi og svo bara þessa reglubundnu upplýsingagjöf. Hvaða upplýsingar eru þetta sem að munu verða háðar svona reglubundinu upplýsingagjöf og hvaða breytingar eru þá að fara að verða frá því sem að nú hvaða upplýsingum markaðsaðilar þurfa að koma út og birta? Já, þetta auðvitað eins og ég nefndi áðan auðvitað upplýsingar sem eru til þess fallnar að hafa áhrif á verð og það kannski pínlítið það er kannski ekki alveg ljóst hvaða nákvæmlega upplýsingar eru þannig að ekki búið að skilgreina nákvæmlega hvaða upplýsingar við erum að tala en þegar við erum að tala atviksbundnu upplýsingar þá er metið hvort að upplýsingarnir hafi eiginleika innherju upplýsinga sem eru til þess fallan að hafa áhrif á verð. Þetta geta verið viðgerðir í virkjunum, þetta geta verið viðgerðir í flutningskerfi, framleiðslu eða mögulega líka ákveðnar veðurfregnir við ákveðnar aðstæður. Og þá er lögð skylda á markaðsaðila til að birta slíkar innherja upplýsingar opinberlega. Og ef að misbrestur er á að miðla þessum upplýsingum, þá erum við komin á þann stað að slíkur misbrestur flokkist undir innherjasvik. Og já, þannig að það er svona, þetta eru það var svolítið eftir að fara í gegnum það hér á landi hvaða upplýsingar með við íslenskan raforkumarkað kunna mögulega að vera skilgrindar sem upplýsingar sem að upplýsingaskyldan varðar. En já, svona, þetta eru í grunninn verð upplýsingar sem að sem að eru mikilvægar að séu birtar opinberlega. Og ég get kannski bætti það skilgreiningin á innherja upplýsingum er samrýmanlega náttúrulega við á fjármálamörkuðum og hún þarf að vera nægilega tilgreind til þess að geta haft marktæk áhrif á verð heilsulorku afurðar ef hún er gerð opinber. Og þetta er þessi atviksbundna upplýsingaskylda. Það er reyndar hægt að hugsa, ég hugsa oft upplýsingaskyldu út frá því hvort hún sé reglubundin eða atviksbundin og ef eitthvað kemur upp eitthvað atvik sem að býr til ósamræmi í aðstöðum inn í viðskiptum þá er það atviksbundin upplýsingaskylda. En svo kveður REMIT á reglubundna upplýsingaskyldu og það eru í raun og veru þær upplýsingar sem að
markaðsaðilum ber að skila til eftirlitsaðila, þetta bara lagaskylda til að birta ákveðna upplýsingar. Og ef við tek samanburð til að mynda á fjármálamarkaðin, þá sko reglubundin upplýsingaskylda á fjármálamarkaði eru upplýsingar sem ber að birta samkvæmt lögum ársreikninga, bara til að mynda. Þannig við áttum okkur aðeins á eðli sko hvað reglubundið og hvað atviksbundið og þá það sko, já, þetta svona sikkur hliðin á sama teningnum svolítið. En allar þessar upplýsingar eru til þess fallnar að hægt sé að hafa eftirlit með markanum og hvort að verðmerkin séu ekki að endurspegla raunveruleg framboð og eftirspurn. Og svo náttúrulega líka þegar við erum að tala atviksbundna upplýsingaskyldu, þá skiptir náttúrulega máli að markaðsaðilar bregðist við strax og veiti það eru upplýsingar sem að eru tilfallandi eins fljótt og auðið Svo kannski líka eitt sem að kannski skiptir líka máli og þess vegna nefndi ég að það væri ekki alveg ljóst hvaða nákvæmlega upplýsingar munu falla undir þar upplýsingar sem að bera birta. Það er aðeins mismunandi sýn á það innan Evrópu eftirlitsaðilum hvað upplýsingar skylda lögð á til opinbera birtingar og það bara verður við að sjá hvaða þróun leiðir ljós hér á landi. Það er kannski tvennt sem að vekur upp spurningar úr þessari yfirferð varðandi upplýsingaskylduna. Annars vegar, Ninna, þú nefnir að við erum að tala um þessa reglubundnu upplýsingaskyldu að þá eins og maður skilur þetta hún líka tvennskonar. Það annars vegar upplýsingarnar sem þarf að afhenda raforkueftirlitinu, en svo líka bara reglubundnar upplýsingar sem mönnum ber að gefa upplýsingar og þú segir samanburður fjármálamarkaðin eru ársreikningar. Hvaða upplýsingar gætu þetta verið fyrir markaðsaðila og raforkumarkaði hér? Þetta eru til að mynda upplýsingar sem að flutningsfyrirtækinu ber skylda til þess að birta flutningsgetu. Já, það er ein skyldan. Þetta eru, svona almenn upplýsingaskylda sem er bara lögð á sko markaðsaðilana út frá raforkulögum og gildandi reglugerðum. Getum í raun hugsað að svoleiðis. Verðmagn. Já, það er svo náttúrulega hinn hluturinn sko viðskiptin sjálf. Þá kannski bara loka spurningin og tökum okkur aðeins heim aftur og varðandi frumvarpið og lögin sem að liggja fyrir þinginu núna. Hvaða áhrif hefur þetta á markaðsaðila á þessu markaði? Þá erum við að tala um framleiðendur og smásala og aðra þegar við erum allir farin að tala um þessi hugtök með innherjaupplýsingar og innherjaviðskipti og við þekkjum þá fjármálagerðanum að þar eru menn að starfa með regluverði og það eru kínamúrar innan fyrirtækja. Þurfa íslenskir aðilar á raforkumarkaði að fara að huga að slíkum málum? Sko, ég held kannski að raforkueftirlitið ekki alveg að tjá sig hvað fyrirtæki eiga að gera og hvað ákvörðun þau skulu taka. En regluverkið og svona reglur leggur auðvitað auknar skyldur á fyrirtæki, starfandi fyrirtæki og ef maður metur það sem svo hvort það sé virði að fá sekt ef að lögin ná fram að ganga og raforkueftirlitið mun hafa heimild til að sekta fyrir háttsemi hvort það sé skynsamlegra að taka sénsinn á því eða vera með regluverð starfandi til að koma í veg fyrir það, fyrirbyggja það, að fá slíka sekt. Það er náttúrulega bara ákvörðun hjá hverjum og einu markaðsaðila fyrir sig. En afleiðing þess að hafa ekki innri verkferla gerir markaðsaðila að sjálfsögðu náttúrulega útsettari fyrir því að brjóta á ákvæðum. Já, og ég held að líka það sé auðvitað svo margir kostir sem að þarf að hafa í huga þegar að við erum komið með viðskiptavettvanga raforku sem að sko gleymist kannski að fjalla Þetta gefur
tækifæri á að samnýta auðlindir betur. Það eykur orkuöryggi. Við getum auðvitað, við verðum auðvitað bara að horfast í augu við það að staðan hér á landi í orkukerfinu hefur bara verið ansi þröng og lónstaðan í miðlunarlónum Landsvirkjunar hefur ekki verið góð undanfarin ár og með slíkum vettvöngum þá sjáum við alveg fyrir okkur að það er hægt að draga úr lónum við þessar aðstæður eða nýtingu lóna við þessar aðstæður sem að hafa verið uppi og kaupa orku frá öðrum orkufyrirtækjum sem að er kannski erfiðara með að draga úr sinni framleiðslu. Og þetta er auðvitað bara mjög jákvætt skref að nýta orku auðlindirna betur og þannig að vissulega er þetta breyting í umhverfi þessara raforku framleiðenda og sölufyrirtækja og kallar á kannski þyngra regluverk heldur en áður þekktist og en þetta gefur líka mjög marga möguleika fyrir viðskiptin. Þau eru gegnsærri, verðmyndunin er gegnsærri og en vegna þess að áður var að ræða bara hilluverð frá hjá Landsvirkjun og þegar framboð og eftirspurn myndar raunverulega skurðpunkt, þá erum við að sjá þróun sem að segir okkur hver staðan er. Og það er þetta líka svolítið mikilvægt fyrir raforkumarkaðinn á Íslandi og gefur þetta tilefni til þegar að uppi er skortur í kerfinu að það sé hvati til þess að fara í nýja raforkuframleiðslu. Og mér finnst þetta vera þetta bara mjög mikilvægt atriði sem að má ekki gleyma að fjalla og markaðurinn á að gefa þessi merki að það sé hagkvæmt að fara í fjárfestingar, nýjar fjárfestingar í raforkukerfinu til þess að auka magn og af raforku og það eru þetta kannski þessi grundallar hlutur sem að gerir kannski virkni markaðarins ákjósanlega. Sem liður í að bæta orku öryggi. Já, ég er sammála þessu og líka þetta náttúrulega eykur vöruframboðið af vörum og líka aðgengið að vöruframboðinu jafnframt. Þannig að nýr orkukostir eins og vindorka það er náttúrulega bara kjörið að selja hana í stundarafmagni á vistavettvangi til að mynda. Og einfaldar þeim í raunverulega líka kannski möguleika að koma sér inn á markaðin þessi vettvangur og nýjum orkukostum og svo erum við jafnvel að mögulega fara að sjá nýja tegunda markaðsælum sem eru að kaupa einungis til að selja kallast spákaupmenn í Evrópu og þeir jafnvel búa til ákveðin svona liquidity á markaði geta haft þau áhrif. En svo ætla ég að grípa þennan bolta með nýr raunveruleiki fyrir markaðsaðila að raforka er náttúrulega samkeppnisstarfsemi og ég kom aðeins einmitt inn á þetta í mastersritgerðinni minni að það er reglubyrði aðila sem er að taka þátt á markaði. Þetta er ákveðin svona fín lína, þarf að reglusetja háttsemi sem að er til þess fallin að búa til óraunveruleg verð. En reglubyrðin má ekki vera þannig að hún drægi úr vilja aðila til að taka þátt á markaði. Þetta er svona svolítið fín lína og af því að raforkumarkaðurinn er skemmtilegur með það, hann er mjög fjölbreyttur og varðar bæði samkeppni og svo núna í raun og veru þetta nýja markaðsfyrirkomulag að ég held að það þurfi að líta svo lítið á nýja reglur út frá því sjónarhorni að þeim er ætlaður eitthvað tilgangur sem að er góður en að sjálfsögðu felur það í sér breytta verkferla og fyrirtæki þurfa að kynna sér þessar nýju reglur vel og það tekur alltaf breytingar taka tíma. Það sé bara
held að við látum það bara verða ágætt loka orð og þakka ykkur fyrir að koma í þetta spjall. Ég ætla að fá að taka af ykkur loforð að koma aftur. Kannski þegar reglurnar eru að einhver leiti komnar í gildi og ég varst ekki að það munu fleiri spurningar vakna og svo ýmislegt sem við munum þurfa að ræða kannski í meiri dítel. Hvað eru innherja upplýsingar og annað slíkt. En bara takk hérlega fyrir komuna í dag. Takk fyrir okkur. Takk.